Komið sæl, elsku frábæra fólk. Í þessum þætti ætlum við að fara aðeins yfir gamla þætti, skoða brot úr því besta frá árum áður, hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk. Komið með. Við fáum ekki útsýnið sem við vonumst eftir. Þokan liggur yfir og byrgir okkur sýn. Ferðin sækist samt þokkanlega. Stöku krapapyttur á leiðinni, en við fáum líka bjartari kafla með sól. Sérðu eitthvað uppi, þetta ekstra betra að fara eða? Já, hérna fyrir framan mig bara. Við mætum 2 öðrum ferðarlöngum sem koma héraðinu Grágæsadal. Skömmu síðar byrja ævintýrin fyrir alvöru. Það ekki dekkir lengur. Það afbelgað þetta. Heyrðu, þetta nú ekki fyrsti bíllinn sem fyrir Lindána. Nei. Svona. Hvað gera menn þá? Menn ganga skipulega til verks, auk þess að kalla eftir aðstoð. Innan úr Kverkvöllum kemur bíll með 4 vöskum mönnum til að spila annan bílinu og gengur það nokkuð smurt. En með æfkalænin mikið bras, því hann affelgaðist og fara það varlega til að skemma ekki dekkið. Það gengur þó upp á lokum, en mikið þarf til. Einn ferðalangara tekur að sér að sjúga vatn og sand úr dekkinu. Það ekki geðslegt verk. Strákar, hvað gerðist hérna? Hvað ég að segja? Já, við komum nú voru hérna að Lindaráni. Og strákarnir fóru hérna yfir í gær og okkur leist nú helviti vel á þetta og svo þau voru komnir út á og þá gaf ísinn sig. Hann lagðist á hliðina að nóti. Hvernig var ykkur við? Þetta, þegar við sáum að hann væri stóð í botni þá var þetta allt í lagi. Það verra að vera 2 metrar niður. En að því hann stóð nú í botni þá var þetta allt í lagi. En svo bara leið ég hreyði aðeins bílinn þá affelgaðist. Öðrum minn aftan. Og hvað þurfti að gera til að koma upp? Hugsa pínu. Já, aðeins að detti ána fyrst og tína járnkallinu. Þú fyrst aðeins smá spretti í járni. Já, það brotnaði undan mér og ég rann á klakkanum á hausinn og lá bara á bakkinu í ánni og synti upp úr. Þetta nú ekki í fyrsta skipti sem að þessi bíll fer niður. Hann fór nú einu sinni upp á húdd hérna meina framan þar sem að sá hvernig brettakantur lítur út. Þetta bara svona lítið? Þetta var lítið og létt, já. Ef við hefum ekki affelgast þá hefum við keyrt upp úr. Bara fyrir sjónvarpið? Já, eiginlega já. Við fórum í hákarlahjallinn hjá Hreini Björgvinssyni á Vopnafirði og tókum stöðuna á verkuninni. Þessi þunni hákarlinn orðinn tilbúinn, en svo þykki hann verður ekki nóg hanginn fyrir en eftir áramót. Veður og vindar hafa sitt að segja í verkun á hákarli og má segja að síðustu mánuði hafi tíðafar verið óvenjulegt. Já, það búið að vera óvenju gott tíðafar. Og þar alveg ætti hákarlinn að vera mjög góður og það sem ég búinn að smakka á honum, það bara frábært. Þetta ekki tíðafar sem þið eru vanir? Nei, enginn vanur svona góðu tíðafari. Það alveg sama hvort til sjávar að sveita, þetta búið að vera indæma gott veður. 10 stigi hiti núna og rigna? Já. Hávetur. Hávetur? Já. Það var alveg. Hvað, þá ekki hákarlinn tilbúinn fyrr en vannan? Jú, hann það sko, en yfirleitt þykja hákarlinn, hann þarf að hanga í 2,5 mánuð sko. Þessi ekki búinn að hanga nema í 6, já, tæpa 6 vikur. Eftir að hafa skorið hákarlinn, þá hefst verkunarferlið. Eftir að ég kem með hann í land á sumrin, þá setjum hann í frystir og geymum hann í frystir þangað til flugutíminn búinn. Því að það alltaf hætta á því að maður fái maðk í hann. Að maður svona misseint á ferðinni eftir í hvernig viðrar. Það slapp alveg til í haust. Ég fekk engan maðk. Nú, þar lætur maður hann liggja í svona helstu í kringum 40 daga. Ég hef nú pröfað að láta hann liggja lengur, sko. Maður hefur talað mikið lengri tíma, en mér hefur nú ekki fundist að vera til bóta. Og þá var hann tekinn, eftir 40 daga cirka, þá var hann tekinn og hengdur upp. Og þá venjan að fara að smakka á hann svona eftir 2 mánuði. Já, maður fer að narta í hann, þunna hákarlinn fyrr. Já. Hreinn verkar og vinnur hákarlinn sjálfur, en selur svo heila beitur eða skerðar sjálfur niður í bita tilbúna til sölu. En hvar eru aðal kaupendurnir? Aðal í Reykjavík. Já. Það eru svona nokkrar
verslanir sem eru búin að vera fastir kúnnar í mörg ár. En þorrablótin? Já, ég náttúrulega segi þorrablótinu hérna fyrir Hákarli, hefur gert í nokkur ár og á í kringum okkur, hér aðeins og þórsefningar hafa verið að fá Hákarl frá mér. Ég fór fyrst á Hákarl að veiða með öðrum 1958 með albestrykkinu hérna í Leiðarhöfn. Var á? Já, við fengum nokkra Hákarla. Ég reri með honum þar sumar. Herðu þá ég verið 14 ára? Það tæp 100 ár síðan. Já, þú hélst upp á 114 afmælið til daginn, eða ekki? Ekki alveg. Hákarlaverkun ekki á allra vitorði, en þó nokkrir leggja leið sína á bryggjur landsins þegar þeir sjá nýveitan hákarl. Ég get sagt einhver skemmtilega sögu af því. Þá var ég í svipuðu viðtali og þetta, en ég var að skera hákarl á bryggjunni og þú veist hvernig maður gerir það, maður sker kviðinn frá fyrst og hryggurinn var upp á körum sem ég raðaði saman og ég segi við mælanda minn, jöfull hann fallegur þessi, hann verður góður á þorranum ef hann verkast vel. Já, það vonandi, segir hann, en bendir á kviðhákarlinn sem lá á bryggjunni og segir, gerurðu svo súrkval úr þessum? Og ég átti nú svo sem ekkert svar við því, en að þó mér væri margt listalagt, þá hefði mér aldrei tekist að gera hval úr hákarl. Viljið segja mér hvað þið eruð á öskudaginn? Við erum svona Spiderman slash svona konur, ég veit ekki alveg. Við vorum í kjól sko, hann er ennþá í kjól. Þetta er kjólinn. Þannig að við erum svona Spiderman konur. Ég er beinagrind. Ég er lítið smábarn. Ég er zombie. Ég er Luis Suárez með múla því að hann hefur bitið. Og gerðu þið búninginn eitthvað sjálf? Já, við fundum bara ég fann eitthvað sem ég ætti heima og ákvaða bara að búa til svona. Ég ætlaði að vera zombie Luis Suárez, en ég breytti. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Nammi. Fá nammi. Nammi. Og hvernig er búið að vera í dag? Gaman. Gaman að fá nammi. Fínt þótt maður sé burðardýr. Ert þú látin halda á öllu namminu? Já. Það er megin og ég ætla að taka allan pakkan. Rómaði bíl til þessum páklaskar. Fokkitt, hvað er bíl til páklaskar? Þeir eru aðeins meira fer, en fylgir bara með. Það stappar hjá stálum og líður ekki vel. Gamla vinir verða bara. Nú er bara ég og leikst í hana. Árauðið drekkur máradara. Við taka frísi kókastól þar að því bara. Ég glöfum fennan sælinu. Klófi setja mér hæknið. Hann er þjóðsölu fjölstir. Hvað eru þið á öskudaginn? Ég er sumo. En þú? Beinagrind. Hvað segir þú? Ég er beinagrind. Og gerðu þið búningana sjálfu? Nei. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Að syngja. Já, syngja og fá nammi tilbaka. Við erum 80s stelpur. Og gerðu þið búningana eitthvað sjálfar? Við fundum bara fötin. Já, þau hefur fundið það bara út um allt? Já. Og hvað er skemmtilegast við öskudaginn? Nammið. Ég er smá barn. Ég er bófi. Ég er banani. Ég er indjáni. Og hvað er skemmtilegast við öskudaginn? Að syngja. Að syngja. Að fá nammi. Að fá nammi. Við erum kærleiksbrossar. Og hvar fenguð þessa flottu búninga? Mömmur okkar saumið þá. Já. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Að syngja fyrir nammi.
að borða nammi. Ég fann lugar úti, ringir gæri skinn. Komdu nú og kreppa með mér krummi nafni minn. Komdu nú og kreppa með mér krummi nafni minn. Ég eins og kallarnir úr Walking Dead. Ég bara ninja. Ég Harry Potter. Ertu hvað? Harry Potter. Ég ninja. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Að syngja og fá nammi. Að syngja og hafa gaman. Að borða nammi. Mér finnst bara gaman að skemmta öðrum og bara gaman að labba bæinn og syngja. Og hvernig dagurinn ykkar búinn að vera? Bara frábær. Sko, hann byrjaði ekki sérlega vel út af því að ég átti að vera í öðru öskudagsliði. Hvað eru þið á öskudaginn? Ég litla barn. Ég dreki. En hvað ert þú? Velmanni. Og gerðirðu búninginn þinn sjálf? Já. Og hvað eru þið á öskudaginn? Smábær. Persónapía. Ertu ein með allan annan hóp? Já, það er mjög erfitt. Ég stelpa á Monster High. Vampíra. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Syngja upp á nammi. Syngja. Og hvernig er búið að vera í dag? Það var bara mjög gaman. Mjög gaman og mjög gaman. Svo dálítið lukku á lári, ekstra kökusneið. Mig að mikið skaffa, falleg gönguleið. Svo svona brös á vör, næst á eftir svo. Tígur skaft og smjör, og svo tökum við frá dó. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Nammi. Nammi. Allan dag nammi. Nammi. Ekki alveg nammi, en bara, já. Gaman. Það er skemmtunni, það er svo skemmtilegt að vera svona saman og syngja. Já. Vera svona í stuði. Já. 1, 2 og Dúddi fór í bæinn og Dúddi fór í búð. Dúddi sat á torginu og var að éta stúð. Þá kom löggumann og hitti hann og stakk honum beint ofan í rassvasann. Og rassvassinn, hann rifnaði. Þá datt út í holræsið og holræsið, það brotnaði. Þá datt út úr sögunni. Hvað eru þið á öskudaginn? Ég Instagram, Snapchat, Twitter og ég Facebook. Ég Martial, sem svartur gaur í Manchester United. Ég enna geimvera. Ég Viðarstorm. Hvað segirðu? Viðarstorm. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Syngja. Og skemmta sér og syngja. Já, eiginlega líka. Hvað eru þið á öskudaginn? Barbie-dúkka. Ég beinagrind. Ég slösa lítil stelpa. Sjúklingur. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við öskudaginn? Nammið. Rauður, grænn og blár. Svartur, hvítur, fjólublár. Brúnn, bleikur, banani. Tom og Jenny sólbaði. Gulur, rauður, grænn og blár. Svartur, hvítur, apaskítur. Takk fyrir. Já, við erum stödd hérna á Malarifi í Snæfellsbæ, þjóðgarðinum í Snæfellsbæ. Hér eru nemendur Lýðsólskóla sem einnig í Snæfellsbæ, staðarsveit í Snæfellsbæ. Þeir eru komnir hérna til að taka til og laga sýningu sem sett upp fyrir nokkrum árum í Salthúsinu. Þetta er nú dálítið merkilegt hús. Það hefur gegnt hlutverki Salthús þegar það var útgerð hérna á Malarifi. Það hefur verið hesthús, það hefur verið dúfnakofi og núna síðast settu nemendur Lýðsólskóla upp alveg stór skemmtilega sýningu. Við ætlum einmitt að kíkja á þau. Krakkar, hvað eru þið að gera hérna í Salthúsinu á Malarifi? Tiltekt. Bara. Tiltekt. Takkið að ykkur að fara svona í hús og taka til. Er þetta fjáröflun eða? Nei. Hvað, ég veit ekki alveg sko. Haldi upp á það sem við erum búin að gera þeim fyrir eitthvað 2 árum. Já. 3 árum. Og hvað er það sem þið gerðu fyrir 3 árum? Við byggum til þessa sýningu sem snýst það lífið hér á Malarifi snúðist á þeim tíma. Það er ekki bara myndirnar sem að þið
gerðuð og þessi fallegu verkefni, þið smíðuðu líka borðið og stólana og það allt, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við reyndum bara að endurvinna eins mikið við gátum. Bara á svo gömul bretti sem við breyttum í borð og hillur og alls konar. Er þetta ekki gaman að gera þetta? Jú. Þetta listigarðurinn Fossflöt sem í hjarta bæjarins. Við mæltum okkur þar mót við umhverfisfulltrúa Hveragerðisbæjar, Höskuld Þorbjarnason. En hvað einkennir gróðurinn í Hveragerði að hans mati þegar til dæmis hort yfir bæjarstæðið frá kömbunum? Ég held að það sé hægt að segja fjölbreytileiki. Það náttúrulega á fáum stöðum þar sem maður finnur meiri fjölbreytileika og það náttúrulega miklu að þakka jarðhitanum og náttúrulega öllum gróðrastöðunum og garðyrkjubændunum hérna. Því að hérna sjáum við, þó maður sjáum það náttúrulega ekki frá kömbunum, þá náttúrulega höfum við hérna, þó að sé yfir í Reykjum, svo sem að Ölfusi, að þar höfum við stærstu bananaplantegru Evrópu held ég, og allt yfir í alveg rammíslenskan mosa í hrauninu. Allt þar á milli, þannig að ég held að við verðum að segja fjölbreytileiki, en líka gríðarlega mikil gróska. En hlutverk bæjarins til þess að byggja allt þetta upp og hafa bæinn fallegan, ykkar hlutverk þó nokkuð stórt? Já, það náttúrulega mikið að grænum svæðum og í bænum og það náttúrulega okkar hlutverk að halda þeim við og gera þau sem fallegust. Þannig að það okkar hlutverk, en síðan náttúrulega líka skipulagshlutverk hérna að gera mönnum kleift að rækta garðinn sinn í orðsins fyllstu merkingu, þannig að það tvíþætt. Unglingavinnan, hún á fullu núna? Hún á fullu og búin að vera síðan 3. júní, en við ráðum inn í 8., 9. og 10. bekk hérna til þess að sjá að snyrta bæinn og halda honum fallegum og gera ýmislegt fleira. Þannig að þau eru alveg á fullu og eru hérna í 7 vikur í sumar að vinna, alla dagavikunar. Þannig að þau gera hérna algjört kraftaverk í að gera bæinn fallegan. En þú sem að stýrir þessu öllu saman, það eru væntanlega margir sérfræðingar í bænum. Þú fær nokkuð símtölin. Já, það alveg alltaf. Bæjarbúar eru mjög duglegir að vera í sambandi við mig og sem náttúrulega bara frábært því að ég get náttúrulega ekki verið allstaðar, þannig að það náttúrulega gerir mér kleift að þá vonandi fyrir sem flesta að bæta úr málunum. Þannig að það bara mjög gaman að því og nánast öll mín samskipti við bæjarbúar eru afskaplega ánægjuleg. Þannig ég bara mjög þakkláttur fyrir það. Hveragerði, Blómabærinn, Blómabær Íslands, stendur hann undir nafni? Já, hann gerir það. Það eru fáir aðrir staðir á landinu þar sem ennþá eitthvað verið á iðnaðarskala að rækta af blómum og það eru nokkrar gróðrarstöðvar hérna í bænum sem eru mjög duglegar við að rækta blóm af ýmsum tegundum, bæði afskorin og pottablóm og allt þar á milli. Já, þetta hús, það vekur sannarlega athygli manns og þeirra betur gáð allrar athygli verð. Þetta hús bara dásamlegt. Hér æfum við íþróttir á veturnar í hita og góðu veðri á meðan það snjór úti og rok. En þetta hús virkar þannig að það blástur sem heldur þessu uppi. Það dælt inn á milli tveggja laga hérna að utan, þá dælt inn lofti sem heldur húsinu uppi og svo dælt inn lofti hérna inn í húsinu líka og heldur húsinu uppi. Þannig að þetta hús, loftbóluhús. Hafið aldrei áhyggjur af því þetta takist bara loft? Það voru miklar áhyggjur í fyrstu en áhyggjurnar eru minni núna, það komið svolítið reynsla á þetta. Svona í fyrstu þá voru menn stressaðir en þetta myndi fjúka en það hefur ekki gert það ennþá og engar skemmdir eða neitt, þannig að þetta stendur af sér alveg. Og þurfið ekkert að hafa neinar áhyggjur af veðri? Jú, það þarf að gera ráðstafanir þegar það spáð kannski vondu veðri og svona, þá eru ljósin felld niður af því að það svona slæst aðeins til dúkurinn. Þá eru ljósin sett niður og þegar vindur eru komnar upp í 20 metrar á sekúndu svona að staðaldri þá bara húsinu lokað, það má ekki vera inni í, en það gerist mjög sjaldan yfir veturinn, svona kannski 5-6 dagar yfir veturinn.
en annars höfum við ekki miklar áhyggjur af þessu. En að sjálfsögðu gera ráðstafanir ef þess þarf. Hér yðar alltaf lífi, þetta í notkun bara frá morgni til kvölds nánast? Já, nánast. Við byrjum æfingar hérna bara strax eftir skóla. Þá er rúta sem að keyrir börnin á æfingar klukkan 1 og svo er bara æfingar fram eftir kvöldi til klukkan 11 á kvöldin. Þannig að húsið er í notkun, sérstaklega hérna knattspyrnuvöllurinn. Hann er í notkun frá 1 til 11 alla daga, alla virka daga. Svo eru helgarna líka mjög mikið notaðar, liður Reykjavík og alls staðar sem að koma hérna í æfingarferðir og svona. Þannig að húsið er mjög vel nýtt og hefur breytt miklu hérna í Hveragerði. Eldri borgarar koma hérna á föstudögum, þá koma þeir í mínigolf og hitta saman og fá sér kaffi og það er sem sagt púttvöllur hérna til að púta í. Þannig að hér eru fólk á öllum aldri. Svo er fótbolti líka fyrir eldri kalla, old boys, þá er fótbolti hérna einu sinni í viku og mikill fjöldi í honum, þannig að það er alls konar fólk sem mætir hérna og stundar íþróttir. Hverju breytti þetta fyrir íþróttalíf í Hveragerði? Þetta breytti bara öllu. Fá aðstöðu hérna og sérstaklega fyrir okkur í knattspyrnunni að fá inni aðstöðu þar sem við getum æft alla veturinn í hita og hlýju á stuðbuxunum. Og líka eru við með íþróttagólf þar sem fimleikarnir eru mikið núna. Það losnar náttúrulega tíma þá mikið í hinu íþróttahúsinu, þá geta aðra íþróttir verið þar. Þannig að þetta hefur gjörbreytt íþróttalífinu hérna í Hveragerði, það má alveg segja það. Hefur þetta hús einhverja kosti fram yfir aðrar íþróttahallir eða önnur íþróttahús? Þetta hús hefur náttúrulega þá kosti fram yfir önnur íþróttahús er að það er heitt hérna inni allt árið. Það er 18 gráður bara allan veturinn, saman hvað er kalt úti. Það er kannski aðeins niður í 15 gráður en þetta hefur þá kostið að það er alltaf hlýtt og gott hérna. Mér skilst það sé ódýrara að byggja það heldur en önnur hús. Ég er ekki sérfræðingur á því sviði en mér skilst það. Þannig að já, kostirnir eru aðalega þeirra. Það er hlýtt og gott hérna inni og meðan að kannski aðrar hallir eru kaldar. Menningarmót er verkefni sem fer á milli skólana. Þessar mundir er það bæði í Danmörku og hérna á Íslandi. Ég er að vinna verkefni núna í Danmörku og svo er það hérna á landsbyggðinni hérna á Íslandi. Og verkefnið gengur út á í raun og veru að opna fyrir hugtakinu menning og afhjúpa menningar- og tungumálafjársjóð nemandana og styrkleika þeirra, áhugamál, það sem skiptir máli í lífinu, það sem fær mann til að ljóma. Slagorð verkefnisins er að þegar einstaklingur fær að blómstra þá eru meiri líkur á því að hópurinn eða samfélagið blómstri. Þannig að börnin eru sem sagt núna hérna út á Snæfellsnesi í þessari viku búin að vera að kafa ofan í hvað menning er, hvað menning þeirra er, persónuleg menning þeirra. Það er líka vinamenning, fjölskyldumenning, menning sem tengist ákveðnu svæði, landi og svo eru þau sem sagt búin að vera að grúska svolítið í sínum eigin rótum. Sko menning, maður tengir það við kannski eldri einstaklinga, ekki börn. Er ekki frekar sjaldgæft að þau séu dregin svona beint að því að hugsa menningu? Já, það hefur sem sagt síðustu árin á Íslandi þá hefur verið að styðja barnamenningu alveg heilmikið og þá er sem sagt verið að hugsa að börn taka þátt í að skapa og gera menningu en líka upplifa menningu. Í þessu tilfelli þá erum við að reyna að draga svolítið inn í það að þau eru þátttakendur í að móta menningu og að menning líka mótar þau og þá sem sagt hvers konar atriði í menningunni sem hafa áhrif á mann. En líka hvernig maður sjálfur í raun og veru hefur áhrif á umhverfið og hérna í gegnum framlag manns og í gegnum það sem maður hefur upp á að bjóða. En það er líka áhugavert að hugsa ef við tökum orðið menning, þar er orðið menn og manneskjan inni í því orði og á útlensku þá heitir menning oft kultúra eða eitthvað svipað eða kultúr og það kemur upprunalega frá latínu sem sagt að rækta, kultivar.
Þannig að þetta er mjög fín tenging ef maður lítur á þessi tvö, eða sko hvernig maður orðið fyrir menning. Þannig að tengist væntanlega, það er hægt að velja þá áherslu að manneskjan að rækta sig og rækta kannski fyrst og fremst áherslan að við erum að rækta eitthvað saman. Er búið að vera skemmtilegt að taka þátt í þessu menningamóti? Já, mjög. Og hvað voruð þið að gera? Við vorum að gera bara fullt af svona verkefnum fyrir það. Til dæmis að gera þessa tímalínu hér og blaðið hér þar sem lætur þið skína. Það sem lætur þið skína, og hvað er það sem lætur þið skína? Það er fullt af hlutum. Að smala og fara á kajak og ferðalög og íþróttir, fjölskyldan þín. Finnst þú að hafa lært eitthvað á þessu? Já, alveg eitthvað sko. Varstu búin að hugsa það eitthvað áður? Hvað færði þið til þess að skína? Nei, ég var ekki búin að því.